Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og... Já, geðið. Góðan daginn. Freyðlaugur heiti ég og Máni Mar Steinbjörnsson heiti ég. við verum með ykkur hérna næstu 90 mínúturnar á Haukar FH stórleik kvöldsins. Alveg hiti alltaf í þessum leikjum. Voru mjög góðir bardagar hérna á seinasta ári. Fyrsti leikur fór 3-0 fyrir Haukunum. Alveg hiti því. Svo fór seinni leikurinn því miður 1-0 fyrir FH. En sjáum hvað gerist núna. Ef við förum bara yfir byrjunarliðin, þá í markinu hjá Haukum er Nikolás Leó Sigurþórsson, Hallur Húni Þorsteinsson, Burkni Björnsson, Brynja Bjarkason, Steinar Hákonarson, Gunnar Már Þórðarsson, Carlos Magnús Rabelo sem fyrirliði, Ólafur Steinar Guðmundsson, Anton Karl Sindrason, Arnar Númi Gíslason og Árni Snær Sigurjónsson. Og hjá FH-liðinu er Vilhelm Þráinn Sigurjónsson í markinu. Leikmenn eru Einarun Harðarsson, Logi Hrafn Róbertsson, Haukur Leifur Eiríksson, Egill Darri Makan Þorvaldsson, Jóhann Ægir Arnarsson, Dagur Þór Hafþórsson, fyrirliði liðsins Arnar Sigþórsson, Róbert Þór Valdimarsson, Úlfur Ágúst Björnsson og að lokum Óskar Atli Magnússon. Og dómara leiksins á línunum er alla Gróni og Geiri.
algjör gæðamenn þar á línunni. Gæðamenn á línunni. Ekki neitt að ræða þar. Og dómari leiksins heitir Þorfinnur. Fyrirliðar eru hér að tala saman hver fær að byrja með boltan eða vallarhelming eða hvað sem það fyrir. Ég þekki þetta ekki alveg, ég hef aldrei verið fyrirliði. Jú, varst ekki fyrirliði? Jú, reyndar, ég að bulla. Ég var alltaf í þessu liði í fyrra. Sterkt haukaliði í fyrra. Ríkalegt haukaliði í fyrra. Þá fer þetta að byrja. Maður er stressaður sko, maður er ekki eins og að spila. Já, það var heldur gaman að spila hann leikið fyrra, en núna hef ég trú á mínu strákum hérna og til að skila okkur smá. Og þetta er byrjað. Það byrjað með góðan skalla. Gunni að berjast eins og köttur. Ég mæli með að fylgjast hérna með á vinstri kantinu. Það er alveg rakett að þar á ferð sem heitir Gunnar Már. Það er rosalegur hraði þar. Gunni, ef að Gunni væri með FIFA-kart þá væri hann með 99 pace. Já, ekki nokkuð. Bara hiklaust. Hiklaust. En ég sé að F-fáingar eru búin að stilla öðrum hröðum manni í hægri bakar á mótunum. Hann er náttúrulega fyrir Íslandsmeistari í spretthlaupi. Hann er Róbert Þór hérna sem er á dekkan. Já, er það? Já, það er fakt sko. Það var náttúrulega í fyrri leiknum í fyrra, þá var Gunni rosalega lélegt mattsöf fyrir þá. Þeir voru með einhvern annan gæja og svo kom hann bara inn til að reyna að mattsa hraðan við hann. Og þú veist, það var bara nýr leikur komið þá sko, en við sjáum hvað Gunni gerir í dag. Ég hef fulla trú á honum. Binni kemur með hann langan yfir. Logi ætlar hann að taka hann. Steinar bombar hann upp á Gunna. Svolítið langur hann. Gunni tímur ekki sprennum í þetta. Nei. Það er spara orkuna. Já, eins og góðum maður sagði, Gunni, það þýðir ekkert alltaf að hlaupa með boltan. Mikið rétt. Burkni stiltur upp í strækjarinn. Já, mikið verið miðjumaður í gegnum árin, en það er hann strækjar. Possjá út og nýjir þjálfar að sjá eitthvað í Burkna og setja hann í strækjarinn. Hann var gjörsamlega frábær hérna í stórsigri á IA fyrir sumar. Sá því miður ekki þannig leik, ég vil að sjá það, ég trúi alveg vel sko. Þessi gæi getur alveg verið, kannski aðeins verri version af Giroud sko, einn daginn. Það er helviti góður með baki aftan í marki sko. F.O. pressa mjög hátt á það. Já, pressa fáránlega hátt. Fljótt innkast hana frá Óskari. Óskar farin út, sendur hann inn. Hallur verst þessi vel. Hallur, kalli eitthvað hendi. Með baki ekki alveg. Burkni ekki að standa út náminu sinna, en allir lagi. Burkni er góðu strækjar, það er að segja, þú veist, hann getur alveg sitið í mönnum sko. Já, heldur betur. Því miður er ekki liðir áhörundur hérna í dag. Því að það var á seinasta leikinni fyrra á Ásvöllum, þá var alveg á annarflokksleik. Þetta var örugglega eitthvað met sko. Hvað segir þú? 200 manns, cirka? Já, eitthvað í kringum það. Þetta var bull sko. Þetta voru alltaf skemmtilegustu leikinnir. Já. Árnið hann með þetta var rosalegt sko. Mér leiði svo ég væri mættur í inkasso í meistaraflokk sko, en við vorum bara... Svo vorum við bara í öðrum flokki í B-liðinu kannski. Herru, rólegur. Já, sumir voru í B-liðinu, sumir í A. Skiptir ekki sköpum. Skulum ekki nefna hann inn á. Það eru samt einhver áhörnundur að mæta. Fyrir þjálfarar annarflokks, Rúnar og Sali. Þeir voru með annarflokkin árið 2018. En Porsche var með þetta í 3,5 ár. Já, Porsche... Porsche segjum, að verða að gefa hún það. Níko þarna. Níko var í FH, það gleymist. Tók sér góða pásu held ég, það er ekki rétt hjá mér. Þekki það bara ekki. Hann tók sér pásu í markinu. Binni með boltan, hann er alltaf yfirvör á boltan. Eins og hann sé kallaður í vinnunni, Binni bolti. Binni bolti, það er heldur betur rétt. Hann kennir krökkunum á tæknina sko. Tæknina og knattrakið. Númi fellur hana niður. Hann er að fara alveg nýja gullkynslu hjá Haugnum. Hann Binni bolti. Jóhanna færir hann yfir. Nei, þetta var ekki Jóhanna Sorry. Einar komin inn í Haugin, hann tekur með hendinni. Já.
Já. Flottu dómur hana. Hallur og Binni saman í miðjuraparinu. Flott hafsendapar. Flott hafsendapar sko. Binni búinn að vera miðjumaður slass vinstri bakurur í gennum árin sko. En ég spilaði 2-3 leiki með honum í miðjur í fyrra og ég verð að segja að hann bara heillaði mig ótrúlega mikið í miðjunum. Ég er spenntur að sjá hvað hann gerir í dag. Ég trú á klötspröf-formins á Binna sko. Binni þannig leikmaður, hann getur spilað allar stöður. Já, heldur betur. Hann getur verið bakvörður, miðjumaður, hafsend. Hann er draumur þjálfarans eins og þetta er sagt. Já, algjörlega. Jóhanna með boltan. Lói Hram skiptir honum yfir. Verða að gefa honum helvíti efnilegu leikmaður. Í gamla daga var þetta kallað Flensborgarslagurinn. Já, næstum allir á vellinum í Flensborg, eða voru í Flensborg. Helviti mikið að pjökkum innan sem ekki með þess að koma inn í Flensuna en það er alltaf læmær. Já, Haukar eru hérna með Núma sem er 2004. Ólafur Steinar 2004. Ólafur Steinar 2004. Logi Hram 2004 og Logi Hram 2004. Róbert inn í hægri bak 2004 líka. Allir í landsliðinu, það er kleint. Allir í landsliðinu kemur hérna að gæða stjórnun og bendur ykkur á. Þetta er bara eðal fótbolti sem við fáum inn í dag. Glæsilegt við. Nú ætti að sjá hraðan á Binna. Nei, þið sjáu. Það er ástæða fyrir Róbert þér inn í bakgrunum. Það er bara til að hundla peysið á Binna. Gunni er raketta. Gunni er raketta. Hann gæti auðvitað verið í íspretthlaupi sko. Hann er ekkert óeðlilega hraður sko. Gunni lætur stundum kalla sig Gunni McQueen. Já. Því að I am speed segir hann alltaf fyrir leik. Já. Horfur alltaf í speilin, grafa álega. I am speed. Já, heldur viður. Steinar á boltanum, tekur alvöru körf inn í býst ég við. Steinar kemur frá Breiðablik, kom í fyrra. Ekki pappa hans framkvæmdastjóri eða eitthvað? Nei, hvað er hann? Hann er allavega eitthvað hann í stjórn hjá Breiðablik, veit ég. Yfir maður knattspyrnumála, segir gæðastjórnum okkar. Það gæti verið. Já. Ég bara er ekki með það á hreinu. Einar tekur flott varnarvinna hjá Stóni. Carlos hendi þann á Gunnar, sjáðu núna rakettunar. Haukarnir fá hérna horn, geta væri hættulegir í horninu. Já, Ólafur Steinar er helviti góð í spinnumæður, hann er þekktu verið það. Eru með Burkna, Hall og Steinar inni sem geta skalla boltan. Ólafur Steinar er ennþá í þriðaflokk teknilega en hann spilar hérna með öðrum flokk. Hvað sett hann mörg í þriðaflokki fyrir það? Hvað var það? Það var einhverju 26 stykki eða eitthvað. 26 stykki? Í einhverjum 16 leikjum eða eitthvað. Þetta var, já, sem miðjum eða sko. Þetta er bara heildsala. Þetta er bara bull sko. Þetta er bara, hvað hefur kallað hann? Frank Lampard Íslands eða? Alveg markaskorari sko. Sendir inn í. Já. Hann Vilhelm grípur þetta vel. Vilhelm með þetta, hann er með Harpiks í hönskunum. Vel gert hjá Árna. Nei, Antoni minni. Ekki þetta. Bara fá alveg umræðina í þá. Það fá að halda inn á boltanum. Finna galopinn bakur hann Egil Makan sem kom úr löngum meiðslum. Flottu spilaði þá á ferli en við erum átt að glíma við mörg meiðsli. Ítt hana í Burkna, Haukur. Brot hjá Hauk Búm sko. Haukur er komið með nýja klippingu sýnist mér. Já. Hann er vel skafaður. Hann er ekki með hann að sólblómaklippinguna eins og var með á dögunum.
Besta klippingin hjá Hauki fannst mér klárlega Var það tígristýri? Já, Tígristýri. mér fannst það eiginlega langflottast. Já, það ræðum það sko. Þér eftir smekk. Róbert reynir að skýla boltanum minn út af. Ég sýnast hann ekki að Gunni sparkar hann í Gunna. Vel unni innkasti á Róbert hér. Hilmar Röskar reynir á liðið sitt að hann vill halda boltanum meira. Koma Gunni! Einar rennur, greinlega búið að vökva grasið vel. Já. Carlos náttúrulega vallastjóri hérna. Já, við klikkum ekki á því, greið sem er. Það er allt upp á 10 hérna að sjá starfið, sjá svæðið hérna sko á Ásvöllum. Já. Alltaf mættur klukkan 7 á morgnana að mála völlinn. Já, heldur betur. Ég hef aldrei séð mann við hafa svona mikið passion fyrir einu grasi á ævi minni sko. Já, þetta er bara, það er smá Magga Bö potential í Eon og Carlosi sko. Carlos Bö. Carlos Bö, eins og hann hefur verið kallaður nokkrum sinnum. Af Ævari vallastjóra. The CEO of Ásvellir. Rétt. F á síns með vera bara miklu meira með boltan. Mjög góð skipting. Óskar á boltanum núna. Sendur hann út. Gunni skýlir þetta út af í markspinnu. Skilaði hraðin sér heldur betur vel. Gunni getur verið fljótur upp og fljótur tilbaka. Heldur betur. Hann hefur vissulega þolið í það. Hann var duglegur að hlaupa í COVID. Það er ég að heyra sko. Gunni er bara... Ég var að followa hann á Strava sko. Hann var helviti góður sko. Var Gunni bara með 22 km á dag bara? Já, eitthvað það sko. Hættilega aukaspinna fyrir F-áinga hérna. Sjáum hver fyrir á boltan. Láta Dag fara á boltan, síns mér. Hann er einu örfætti í þessu liði held ég. Ég þekki það ekki alveg nógu vel. Hann á Makan held ég. Dagur og Óskar standið við boltanum, ræða saman hver á að taka þetta. Spurning hvort þeir taka sjálfmótstrikkið og Óskar hleypur yfir boltan. Já. Það hefur platað marga leikmenn í fótboltanum yfir höfuð sko. Já. Ég hef alltaf verið bara... Sjálfmótstrikkið klikkar aldrei. Já, sjálfmótstrikkið klikkar aldrei. Hann tekur eitthvað skemmtilegt hlaupina. Flottur boltið þannig. Hver skorar. Og Haukur með markið. Þeir taka... Fagna ekki saman. Það er flott að sjá. Já, virða reglunar. Það tókur Pop Smoke vagnið eða? Nei, ég sá það nú ekki. Ég sýndist það sko. Já, það er nú að passion í mönnum. Já. Byrja ekki nógu vel fyrir Haukamenn en... Haukar undir hérna eftir 12 mínútur. Haukur Leifsson með markið. Eins og við sögum bara... Aukaspinn á hættulegum stað. Já, þeir eru sterkir í föstu leikaðurum. Þeir eru mjög sterkir í föstu leikaðurum. Í Faxaflóðumótinu fyrra, þá hann að... Þeir skoruðu bara held ég á hornum. Bara á föstu leikaðurum. Það var leikurinn þetta 4-0 og þeir skoruðu bara á föstu leikaðurum. Þeir hafa virkilega stóra og sterkar mannan inn á tegn. Það er reyndar 2 farnir sko, Teitur og Ingvar. Samt til hann er að drilla á í þessum föstum leikaðurum. Já, heldur betur. Hverjum einasta föstudegi er bara föst leikatrið og spil. Já. Óli er alltaf að skipta honum yfir. Miðsvæðið að Galopið, Einar á boltanum. Anton þarna í bakverðinum og Árni hinum megin. Anton í hægri og Árni í vinstri. Gunni dettur vel niður til að hjálpa. Árni sparkar svo Binna. Tæpsending Binni sendir hann bara á F-áinga. Þetta er ekki alveg náttúrulega gott í Haukum. Góð varnavinna á Stóni. Búin að tapa boltanum of oft hann að niðarlega völlunum sko. Nú verður að spila okkur út þessu. Gunni er alveg laust hann á kantinum. Það væri flott að fá hann á raketuna í hlaupið. Ég sé að baráttuglegin er í
haugunum núna sko til að vinna á leikana. Það aðeins að fínpússa sendingar og touch og aðeins decision making og þá getur þessi leikur dottið með þeim sko. En það eru bara 15 mínútur búin, það alveg nóg eftir að þessu. Frábært. Óli Steinar ósattur að fá ekki brot hann fannst eins og að var togað í hann á aftan. Þorfinnur segir bara nei, áfram gakk. F að reyna að spila hérna upp úr vörninni. Skemmtilega að sjá þið spila engan kikkur öndbolta. Nei. Fín, leysa vel úr pressunni. Veit að annar flokkurinn búinn að vera að drilla svolítið pressunar. Já. Fæslur, hægri, vinstri. Úff. Og tapar hann á hættulegum stað. Arna. Þeir geta refsað núna F-fáingarnir. Þeir geta refsað. Vel gert hjá Binna. Hann reynir flikkið á Binna. Það Geiri dæmir innkast dæmt. Haukar með innkast. Það var ekkert að þessu. Það var náttúrulega bara ekkert að þessu. Geiri með allt upp á 10 hérna. Heldur betur eins og hann með öllum. Boltanum, fasteignunum. Fasteignin. Besti fasteignasali Hafnarfjarðar eða? Já, ég myndi nú halda það. Við þurfum eitthvað íbúð, kíkja bara á Remax og tala við Ásgeir Þór Ingólfsson, ekki hika við það sko. Ekki hika við það. Ég frétt að Geiri tók seinast dómarapróf bara í gær, þannig þetta skila sínu. Já, heldur betur. Hann er alveg búinn að vera að horfa okkur á dómaraklippur seinustu dag, það mætti vera vel fókusar í þennan leik sko. Það getur eins og segir Ríkar. Númi fer hérna upp kantinn. Fimmtán mínútur búnar að þessum leik. F búinn að vera sterkar aðli en já, ég held að hver sem getur unnið þennan leik. Já. Það er bara stundum svona. F situr á toppi á töflunni og meðan Haukar eru í 9. sæti. Margir myndi segja að mætti búast við þessu en ég ekki sammála sko. Það er svo mikið ræður í þessu og þú veist spennustigið miklu hærra en vanalega og Já. Þetta er allt öðru sér leikur, þetta er bara núna ég held að bara að berjast með og vinna alla tæklingana sko. Menni ekki að fara að spila jafn góða fótbolta að gera það sko. Það er með jörðinni, skilur við. Carlos. Hérna verða bara strákar menn, þetta er ekki heldur betur. Það er ekki spurning það. Númi sýnir bröðin sín, vá. Allt þessu Númi. Númi vinnurinn hon, þetta var mjög vel gert hjá honum. Mjög vel gert. Hann er þekktur fyrir þetta, hann er helvíti góður í 1 og 1 stöðum. Keyra með boltan. Já. Steinar sýnist mér vera að taka hornspinnuna, örfættur, ætlar að setja hann inn. Vonandi endar þetta í marki maður. Stuttur hana, hrekkur út. Hallir sendur hann út, Carlos, þessi fór yfir á grasið. Það fer ykkur í þetta, jú, Sævar af bekknum hérna hjá F-fáingum sýnist mér alltaf ná í þetta. Fór þetta í Áslandið eða? Nei, ekki svo gott. Ekki svo gott. Velunni og Carlos þarna. Mjög vel. Hann er náttúrulega með öðruglega lægsta þyngdarpunkt sem hún finnur í íslensku fótbolta sko. Hann er ótrúlega góður að koma líkamann sínum fyrir aðra leikmenn og það er erfitt að ýta honum frá og vinna boltanum að hann. Þótt hann sé svona lítill, það er bara að vera á æfingu með honum, það er bara, þú nærð engu. Sali byrjar að kvarta upp í stúku, heyrist mér. Já. Almennilegt. Flott hlaup hérna. Boltinn út af. Til þess að alvöru spark hjá Níko núna. Sýnist þeir vilja spila stutt.
Heiti þetta að þessi kemur langur. Já. Sjá Burkna. Las þetta aðeins vitlaust. Já. Elska það að Burkni hefur aldrei sleppt þeirri hefð að spila í bláu æfinga handboltatreyjunni innanundir. Er hann ángriðs að því núna? Hann gerir það alltaf. Ha? Já, Binni var náttúrulega í fyrra líka alltaf í gömlu haukatreyjunni undir. Bara svona annað gömlu langarma. Já. Þú veist, það var kallt úti. Og þá hann var í errabúning og það var svona hummel hérna á höndunum minna. Það var ekkert eitthvað voða smekklegt sko, ég verð að vikra það. Binni ef eitthvað þá langar Binna ekki að vera kallt. F.A. situr alveg frekar djúpt þegar haukar eru með boltan, sem kemur frekar óvart. Góð sending þann á Gunna. Geggjuð sending á Binna. Þannig að sáu þér hraðan á Gunna, hversu mikið þrett þetta getur verið. Þetta er alveg... Þetta er stór hættulegt. Gunni er okkar vopn hjá öðrum flokk. Heldur betur. Vel gert að lofa. Þetta er vel spilað hjá F.A. maður að gefa með það. Hallur vinnur vel tilbaka. Frábært hjá Hallur. Vel gert Hallur. Frábært Hallur. Pressað á vel hérna. Númi lætur fyrir sig finna fyrir sig minni. Flottur Stóni. Þarna kom alvöru læris touch á Burknanum. Já. Eins og Kristján Ómar myndi segja, nauðgara touchið mikla. Úff. Haukarinn með boltan í uppbyggingu. Þeir eru að reyna að finna eitthvað en Bongo blíðaðinn á ásvöldum. já, heldur betur. Samt alltaf smá góla. Já, Blásvelli standundir í namninu. Blásvellir standundi í nafninu. Það er nú Heldur lokn á betur. pallinum heima. Já, Mætir ásvöllina. Létt góla. já, þetta er sérstaklega vondum veturinn sko. Það er bara, þú veist, maður heldur að sé ekkert það mikið vindur. Svo mætir út á svæði, það er bara, þú veist, boltinn breytist stefnur alveg bullandi í loftinu og hvað, þetta er alveg... Þetta er erfitt en þetta gerir Haukamenn að grjóthörðum leikmönnum. Þeir æfa við allar aðstæður. Þegar Haukarnir komast í lognið að spila Þá er þetta bara sambandbolti og bara alveg harka. Eitthvað sem vantar í mörg lið þessa dagana sko. flott sending já, þannig flott, að Einar gerir vel. Næri ekki alveg að smetla hann á boltann hana. Gerir vel en það er aðeins að laga finni sig. Hann fer að slúta á morgun býst ég við. Já. Einar er svolítið að renna. Flott skipting af Carlos. Árni með svæði til að keyra í. Eins og þið kannski sjáu ekki, þá er Árni að spila hérna í treyju sem er með rifna tölu á búningnum. Nei, Árni er síns með númer 13, ég held að hann sé teipaður 73. Já, hann er með 13 á búningum og hann er teipaður 73. En Binni er líka númer 13. Já, þess að hann er búinn að teipa 73, ég held að númerið er hérna að rifna af. Já, nei. Já, ég redda menn sér bara með hvítu teipi. Já. Anton með skotið. Logi skiptir inn á boltanum yfir á Jóhann. Jói finnur Rópe sem ætlar að reyna að fleika með Einar en hittir ekki boltan. Einar harða fiskar innkastið.
Þetta er frábær spilina. Arnar reynir snúningin en ekki alveg nógu gott. Logi reynir að senda í ykkur en hann heppnast ekki alveg en Árni er á staðnum. Steinar sendur hann tilbaka á Árna. Það er brotið á Carlosið hana. Þetta er það sem hann er mjög góður í. Þótt hann er búinn að klúra ykkur þá getur hann alltaf unnið inn eitthvað brot sko, bara með því að vera með svo lága þyngdarpunkt og einhver meginn koma sér í boltann. Þetta er alveg ótrúlegt sko. Maður verður ekki að Carlos þetta. Þorfinnur tekur tiltalið á Arnar Sigþórsson. Carlos er náttúrulega með svo gott jafnvægi. Hann bara, hvernig einasta morgni, hann fer upp og stendur hann með einu fæti og fer svona með fætunar upp og tekur tréð og er þannig bara í 5 mínútur streitt á hverjum fæti. Vissirðu þetta? Þetta vissi ég ekki. Þetta er fakt sko. Carlos er mikið fyrir jafnvægi sko. Er þetta sturlu staðurinn dagsins? Þetta er sturlu staðurinn dagsins sko. Carlos er mikið að æfa jafnvægi heima hjá sig. Hann las hérna eitthvað með Messi hérna og hann talaði og hann vissi að hann æfði jafnvægi bara endalaust. Það er bara, hann er svona workout í Messi, jafnvægi. Carlos er bara, las þetta og bara var inspired og tók þetta á sig sko. Arnar Sigþórs. Logi er búinn að vera frábær inn á miðjunni, ég verð að gefa honum. Hann er búinn að vera að vinna alla þessa bolta upp og vera að spila vel. Logi er líka bara byggður eins og rifið burknaðana niður. Hann er fáránlega bráðþroska sko. Það er bara, gæinn er bara vél sko. Gæinn, ég var að reyna að vinna í lækjaskóla hérna. Lækjaskóla í sumar og hann var bara annað í 10. bekkana bara chill og ég var bara, hvað, er þessi gæi að spila í Pepsi? Gæði var bara lækjaskóla sko. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt sko. Logi er klárlega bara björt framtíð Hafnarfjarðar. Björt framtíð. Steinar á boltanum. Finnur Gunna. Það þarf smá fínpúsun í þetta eins og ég var að segja. Það þarf að vera mjúkur. Það er smá stress í haugunum en það kemur tíma. Þau eru allir að halda í þetta núna sko. Skotana vel. Árni er búinn að kasta sér í hvern einasta bolta. Hann er tilbúinn að... Árni er duglegur í því. Ja, hann er tilbúinn að deyja fyrir klubbinn sko. Haukastrákunni strax byrjaði að fara að hita upp. Já, þeir eru alveg helviti margir hérna. Já, 7 manns hita upp. Þannig Keli var að markmaður að hita upp. Já, skemmtilega tegið hjá honum. Alltaf gaman að horfa á Kela að spila. Já, heldur betur. Sá maður er með passion. Ég man bara eftir fyrstu annarflokksæfinguna hans. Mætti hana í einhverju rugglaðu treyju. Hann bara varði eins og ég veit ekki hvað. Hann var bara eins og köttur á milli stangana. Já, það var ástæðan að kalla Keli köttur sko. Þetta var bara ótrúlegt sko. Hann hefur Keli frábæður markmaður en hann mun ekki toppa þessa framistuðu á fyrstu annarflokksæfinguna sko. Burkni senn missir hann að boltan. Haukarnir eru svolítið í því að senda bara á hvítan. Já, tímiður. Það þarf aðeins að bæta úr því. Já, sýnskunni verður rangur. Hefðu, Gróni segir að þetta var ekki rangstæður. Gunni tekur múfið hérna. Kemur hún minni í. Númi! Þarna Númi! Númi! Númi með markið. Vá. 1-1 eftir 28 mínútur. Þvílíku skalli, ha? Litli kúturinn. Flýgur hann að bara... Þetta myndi mig á Lionel Messi í úrslitunum á þetta manni 2009. Hvernig hann flaug? Þetta var rosalegt. Þetta var geðveikt. Já. Hann flaug. Sögur segja hann þá að fljúga í loftinu í dag. Já, mætti halda það. Hilmar öskrar á menn sína að koma sér í gang sem alveg eitthvað í því að FH er alveg búin að vera
töluverið sterkari aðilinn. En málið með hennar leik það getur allt bara brjálast hérna. Ég verð að minna hennar atvik sem gerðist hérna í fyrra þegar the one and only Óli Van Persie. Það besta innkoma í öðrum flokk sem ég sé. Já, það mun ekki toppa þetta. Það var Óli Van Persie, bara svona venjulega bílismæður, kom inn í sem fyrsta leik með A-liðin í Móti FH líka. Móti FH, huge. Kemur inn á fiska rautt spjald á FH-ing. Fiska rautt á Ingvar Björgvinsson. Ingvar Björgvinsson, sem ekki hér í dag. FH-ingur. Og fær gult samt í leiðinni. Já, fær samt gult í leiðinni og það allt sögðu upp úr og náttúrulega fjölmennt í stúkunni. Og það var bara, það byrjaði svo tjant í stúkunni. Óli Van Persie. Sem leikmaður hef ég aldrei upplegað jafn skemmtilegt moment á ævi minni. Þetta var alveg helvíti eftirminnilegt og ég mun líklega muna eftir þessu þegar ég fyrir gröfum mína. Góð tækling hjá Árna. Hann dæmir þetta. Þetta. Samtilinn býður henn að segir að þetta sé inn í teig en dómarinn á því að þetta fyrir utan teig. Þorfinnur segir fyrir utan teig. Þorfinnur fer og ræðir við Geira. Leikmenn FH á bekknum að biðja okkur að kíka á varið sem ég veit ekki alveg hvort við höfum það sko. Nei. Þetta fyrir utan teig, segir Geiri. Já, hann búinn að tala við Ásgeir Þór Ingólfsson. Við treystum honum. Heldur betur. Enn og aftur hættulega aukaspyrna fyrir FH-ingana. Já. Gunni reynir hennar skemmtilega sendingu á Burkna sem því miður sofandi sko. Burkni þarf að fara aðeins að kveikja á sér. Já, hann náði á stundum til að vera smá sofandi fyrstu 20. Svo kemur hann sér í gang. Flott sprett. Já, missir hann aðeins svo langt frá sér. Sali klappar hana fyrir númanum. Já, hann hefur fulla trú á þeim leikmanni, þú veist. Náttúrulega, Haukar náttúrulega núna, annar flokkur að fara í gennum smá breytið sem lið. Breytinguna því að Sali var með hennan flokk í alveg 3,5 ár. Já, Sali búinn að móta allt eldra árið. Já, hann fekk góða leikmenn úr þessu. Herðu, hann dæmir horn. Hann Gróni. Já. Gróni dæmir horn. Já, með Sali, hann hefur fengið mikið að gagnrýni en hann hefur alltaf skilað úrslitum. Það alltaf það sem ég segi. Sali hefur skilað úrslitum og það hárrétt hjá þér. Hárrétt hjá þér en kom þeim upp í A-deildina og búinn að halda þeim uppi þar síðan. Já, en það var kannski komin tími á því að myndi kannski eitthvað og þetta var orðið smá flakk kannski. Og ég hef fulla trú að Hilmar Þórarinn og Árni gerir góða hluti inn í öðrum flokki. Já, heldur betur. Byrjuðu þetta náttúrulega með flugveldasýningu á Norðurálsvöllunum upp á Skaga. Það var alvöru leikur. Unnu annað toppliðið 4-0. Ótrúlegu leikur var það alveg vel. Íslandsmeistarar í fyrra. Já, nú koma Haukar og back to back Íslandsmeistarar. Ja, back to back líka.
Binni á boltanum. Binni bolti. Gunni Reynir Gunni Reynir með góða gapphreyfingu. Steinar. Steinar tekur Loga þarna. Steinar þarf aðeins að passa sig. Steinar svolítið í því að fá gul spjöld, sko. Hann helvíti grófi, sko. Hann hatar ekki að fá spjöldin, sko. Nei. Annar maður í Haukum sem elskar að fá spjöld, sérstaklega rauðu. Það hann Mikael Ówen. Dagur þannig með markið. Boltinn lekur í gennum vörnina og Dagur Þór Hafþórsson með markið að 35. 2-1 fyrir F-fáingum. Stefnir í markaleik. Heldur betur. Maður sér að Jóhann Ægir og Egill Magan eitthvað að tala taktíkina. Hvað er það að tala Ég held að þeir séu bara að tala hvað alltaf að fá sér í hagkupið til leik. Egill mikið í því að fara í hagkup og fá sér eitthvað snarl. Já, maður sér oft Magan á nammibarnum eitthvað að nýta sér 50% afsláttinn helgar, sko. F á aftur með boltan. Carlos alltaf mættur til staðar. Carlos alltaf kominn á miðjuna, að loka miðjunni. Frábært hjá Binna hérna. Búinn að lesa þetta hlaup. Það markspinna. Skilju út af. Þeir eru brjála en F-fáingar út af ekki neinu. Óskar hleypur að Geira til að kvarta. Já, þú veist. Vitið sér maður hver þetta er? Samtílinn líka smá reyður hérna. Hallur Reynir langa boltan en ekkert, það er ekkert hana. Ekkert í þessu. Það fær Magan flugbrautina til að keyra. Sjáum hvað hann gerir. Byrði ekki brot en búið lítið á þetta. Byrði heldig klaufalegt hana hjá Oliver. Sami eitthvað ósáttur með dómgæslunum hérna. Sýndist boltinn vera ennþá rúllandi. Sam nýjónin leikmaður íhjá. Er hann leikmaður íhjá? Hann var að koma hérna á .net daginn. Hann var eitthvað að reyna aftur á þetta. Og sænaði fyrir íhjá. Það er hjúts. En alltaf íhjá var að spila í dag, sko. Íhjá voru að spila í dag mútið GG. Eru kannski að spila bara núna? Já, það gæti verið. Við vorum að spila gólf með Lentum í holli með einum þannig. Já, sagði eitthvað frá þessu. Boltinn inn í. Já, leikurinn byrjar að 20-0. Samtíðan kemur bara frá með þetta. Já, Árni dundrar þessu frá. Einar færan. Rangstað segir Geiri. Já, leikur IH og GG byrjar 20-0. Fyrir áhugasama í skessunni, eða ekki? Já, því mér ekki leiðir áhörundur. Ég heila hvað Samtíðan myndi bara púla upp í hálfleikana. Aðeins búin að hitta upp og poppa sem inn síðustu 20 mínúturna sem súpusöp og setja 2. Það var eitthvað lítið fugl sem var að gísla með þessu, sko. Já. Meiri tempo, segir Hilmar. Mikið alltaf að fá tempo og boltan til að færa vörnina ræðar. Binni búinn að vera flottur í þessu. Leysa fyrstu pressu með að hlaupa fram hjá strækjunum. Góð sending þarna. Sjá hraðan á Núma. Sjá hraðan á Núma. Inni með þetta. Já, Númi. Vá. Númi með þetta. Frábært hjá Binna að leysa hana fyrstu pressun og finna Oliver sem frábært gegnumbrot á Núma sem kemst. Geðveik sending hjá Óla Steinar maður. Frábært slúgt. Frábært hraði hjá Núma. Sérðu þetta? Já, heldur betur. Hann Mikael Ówen hann lappar inn, talar að sé stórstjarna. Því miður er hann ekki að taka þátt í þessu leik. Númi er framtíð Hauka. Stórt statement. Mikla væntingar búin til hans, en til hann getur alveg staðist þær. Númi segir bara pressuna að fara í sumafrí og skora 2. Má til þess geta Mikael Ówen, leikmaður Hauka, er því miður í banni í þessum leik.
fyrir, Hvað var það? Eitthvað heimskulega guld eða? nei, jú, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis. Við höfum viljað sjá Mikael Ówen aðeins. Mikael Ówen í hafsendnum væri flott. Já, væri flott fyrir Haukana en ég til að Hallur og Binni leysa þetta heldur betur vel. Mikki kann að kveikja í mönnum. Sjá rakettuna Gunni er með maður. flugbyrnuna. Hann er að fá pótanum fram þessu. Gerði þetta alltaf. Þarna og svo inni með Vá, þetta var þetta. frábær tækling hjá Jóhanna. Ég verði að gefa Jóhanna, þetta var frábærlega gert. Erfitt að díla við Gunna, þetta var mjög vel gert. Einarinn á miðunni. Skila boltanum vel út á kantinn. Róbert í óelappið. Krossinn. Carlos. Kemur hann vel að Gunna. Það er ekki alveg. Einarinn Haraldsson, leikmaður FH á miðunni, var á láni hjá Fjölni fyrra. Hann var flottur þar í, þá voru Fjölnir í inkasso, ekki rétt? Já, komist í inkasso. Ég veit ekki alveg hvað hann fekk nóg mikla sensa með meistaraflokknum, sko. Hann var náttúrulega komst mjög ungur í meistaraflokknum, sko. Hann var bara ennþá í þriðaflokk. Það var Heimir Guðjónsson ennþá með þetta. Já. Hann var bara sleppt yfir alla annarflokksgæðina og bara litið beint á eina því að hann dældi svo mikið í henni. Þorfinnur vill ræða innan við Loga eitthvað og Carlos, nei, við Arnar. Hann er að tala við fyrirliðina. Nei, hvað? Nei, talar innan við Loga og Arnar Sigþórs. Mér finnst það skandal hjá Carlos að hann sé ekki með fyrirliðamat. Það er eitthvað með reppilega leið, sko. Við náttúrulega í öðrum flokki lendum við því að eyða heilum Sektasjóði í ykkur fyrirliðabönd. Já, við náttúrulega keyptum svona gay pride fyrirliðabönd fyrst. Keyptum það til að sýna stuðning. Já, sína stuðning. Svo var það ekki... Svo rifnaði... Já, franski rennilásinn á því var ekki alveg nógu góður. Hver var með það þegar það rifnaði? Var það ekki Jóni Jólfur? Nei, það var ekki hann Ólafur Sveimar. Leikmaður vængja Ólafur Sveimar var með það rétt. Já, heldur betur. Hann er með svo stóran bísa að reif fyrirliðabönd. Já, heldur betur. Hann er aldrei sleppt bæsefdegi, sko. Og Máni Mar sendur út í músík og sport að kaupa nýtt. Góður krossinn inn í. Arnar smá híkandi í hennar bolta. Þarna er ítt í Burkna. Þannig að sjáu styrkan sem leikmann. Hann getur unnið svona brotin. Burkni er góður að fiska á brotinum og eiga það. Ég get lofa því ef að Haukur er ekki brotin á hann, þá hefði Burkni snúið hann og verið að koma með breyk á vörnina. Með 3 í stuðningslöp með sér. Gunna og Núma, báðir hraðir þarna á kantinum. Já. Eins og við sáum á hann. Þannig að þetta var smart brot hjá hann Haukbúm. Hallur dundrar hana yfir á Gunna. Gunni hættir bara við þetta og kvartar yfir sendingunni frá Hall. Hann er veikið í þessu, hann Gunnar. Vel unnið hann hjá Gunna. Vá, frábært hjá Gunnari Már Þórðarsyni. Er það ekki? Jú, pappans er Þórður og sjúkraþjálfari. Já, sér vel Gunna. Hann helviti flotti sjúkraþjálfari hjá okkur í 3. flokk, sko. Var ekki? Jú, í öðrum flokki líka. Já. Jú, hann var eitthvað þar líka. Já. Það gleymist að pappi Gunna var líka sjúkraþjálfari Blika þegar eru Íslandsmeistarar í den. Það var Óli Krifa með lið? Já, þetta vissi ég ekki, þetta var stöðlafægt. Já. Hann var eitthvað aðeins að nutta Alfreð. Hann nuttaði hann Alfreði að skora ykkur mörg. Já. F-fáingar kvarti við þessu, ekkert dæmt. Árni keyrðu núna. Burtni byggður hann, Nei. Ég lesi ég að lofa. Tjekkað er á honum, er þetta ekki Óskar sem liggur? Jú, mér segir það. Carlos fer eitthvað að ræða við F-fáingana. Carlos kallar á menn að vera með fókus, alvöru fyrirliðan Carlos. Haukur skiptir henni yfir á hann Magan. F á með innkastið,
Hauka vilja fá eitthvað úr þessu en ég sýndist þetta að vera réttu dómur. Vel lesið hana Jóhann Finnur Steinar. Nú með boltan sér hlaupið á Steinar í kringum sig. Skiptir vel við. Broti þarna og Núma. Kemur seint í hann. Hagnarinn gefinn. Við tökum því svo sem því að Gunni raketta. Hann heldur honum inn að hana. Teiknar þetta út í horn. Næri ekki að fiska hornspinnuna að hana. Óli Steinar fær hann úti. Finnur Burkna. Varð ekkert mikið úr þessu. Flott hana hjá Árna. Var með Óli Steinar nú opinn en nýtti sér það ekki. Ég Binni, hann búinn að vera hættulegur þessu. Losa fyrstu pressu, finna hlaupi. En komast inn í þetta. Ég væri til í að heyra aðeins í honum Nico í markinu. Eins og maður heyri stundum í Kela. Tala smá öskur í honum. Ég væri til í að heyra smá öskur. Já, það bara mismunandi týpur á leikmönnum. Það rétt. Við treystum að þetta hjálpar honum að spila sem besta leik. Hver er þetta? Hann er bara 46 komið á klukkuna og leiknum það er komin hálfleikur. Já, heldur betur. 2-2 hérna á Ásvöllum. FH eru meira samfærandi. Já. En Númi er búinn að skora 2 glæsileg mörk. Já, þetta er bara einstaklingsgæðin á Núma sem eru búin að vera að halda okkur inn í þessum leik. En þetta er ekki búið. Heldur betur ekki. 45 mínútur eftir, nóg eftir. Alveg markaleikur. Við erum búin að fá góð mörk hérna, flotta sóknir. Bara heldur flotti leikur. Flotti leikur hjá báðum liðum. Búin að fá meira svona í seinni hálfleik. Sammála.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Já, velkomin tilbaka á skjáinn, síman, töluna, hvar sem þið eru að horfa. Haukamenn hafa gert eina breytingu á liðinu sinu. Já, Burkni komin út af og hann Leikmaður 11, Burknin. Og Burkni komin inn. Nei, Burkni fór út, Sævar kom inn. Þetta bulla. Sævar heldur frískur leikmaður. Hann með leikskilning á öðru leveli eins og margir þjálfarar í yngri flokkum hafa verið að segja. Vonandi stendur hann við það og við sjáum með þessi gæði. Já. Hann fæddur 2004 og ennþá gjaldgengur í þriðjaflokkinn, þannig að annað gott ungt efni hér komið inn á völlinn. Spurningin bara, hvar dómarinn? Já, það spurningin, Já, hann mætir hann. Hann mætir hann. Mér sýnist enga breytingar hafa verið gerðar á FA-liðinu. Nei, ekki svo ég sé. Nei. Það er spyrja að bæti vindinn en á blásöldum. Já. En ég held að það sé bara fínt. Það kælir hans í leikmennu. Þetta var heitur sumardagur. Heitur sumardagur. Margir búin að vera í sólinn úti í vinnunni. Já. Hann Helgi Pullaðurinn að mættur í áhorfendaballinn. Þá veistu það hvað partí að vera að byrja. Dómarinn að spyrja biður Sævar að koma til að skrá númeri hjá honum og hafa þessa skiptingu upp á 100 sko. Geiri skrifar þetta niður. Já, hann ekkert að fara að klúra því, treystu mér. Haukar. Tékkar og segja hvort hann sé með eitthvað skart eða í leggljum og hvort allt sé í lagi. Það er allt upp á 10 hjá Sævari, veit ég. Allt upp á 10. Vonum eftir skemmtilegum sinni áleik eins og svo fyrir var. 4 mörk í fyrri segi ég. Vonum eftir 6 í sinni. Það væri gott. Vel gert að Steinar hana. 2 menn pressan. Fyrir bara fram hjá þeim og tekur svo þriðja. Vá. Anton aðeins að köttin á völlin. Skipti. Já, góðu bolti. Flott sending þannig hjá Antoni yfir á Gunna. Gunni reyna hann ekki alltaf að keira á hann. Gunni keirið hann á hann, sendur hann inn í. Vel gert Jóhann. Logi vinnur hann bolta. Einar keirir upp miðjuna. Fer fram hjá Antoni. Með Makan lausan hann á kantinum, sleppur Makan. Arnar Sigþórs hliður í skotið. Níko ver hann yfir. Já. Líklega á leiðin yfir en Níko tekur enga sens á þessu. Nei. FH eru hættulegir í hornum líka sko. Já. Eru þessi föstleikatri sem FH eru bara mjög sterkir í. Já, Óskar Atli er frábær spinnummaður. Óskar tvíburi. Já, hann er tvíburi. Hann er tvíburi. Bróður hans Grímur. Já. Örðu, hvað er í gangið hana? Er það eitthvað klassin í teik? Æ, biðjum vítaspinnu. Það er biðjum vítaspinnu, ekkert dæmt. Ekki dæmt. Sævar ákveðinn! Sýndist þetta bara að vera rétti dómur, þetta var... Óskar fer þarna fram hjá Sævar, reynir að fara fram hjá Antoni. Óskar sterkuð hann. Vinnur hann vel tilbaka, dæmt aukaspinna. Er Óskar eitthvað búinn að kjöta þessu upp, hann leit helviti sterkuð þann út. Óskar er búinn að vera að refsa þessum lóðum í þessum samkomu bönnum. Já. Og það er að skila sínu. Já. Snöggir að dekka! Hann Hilmar biður að vera snöggir að dekka.
Inn í fyrir boltinn, stuttur, sláinn Og hann tekur reboundið. Eins og við erum búin að segja, F-fáingar eru drullu sterkir í föstu leikadrunum. Svo sáum við flott spinna hjá Óskar á nær, flott flikja Arnar, smáa húeppi með slána en heppni skilaði þeim svo með góðu reboundí. Enn og aftur mark úr föstu leikadri. Já. Við sjáum núna hvernig Hauka Svara eru byggðir fyrir þetta. Flott sending að Steina. Strax á núma. First time sending. Geiri dæmir innkastið fyrir Haukana. Úlfur skilar honum vel inn á Anton. Reynir hættulega sending og skipta honum yfir, ekki alveg nóg gott. F-fáingar sækja upp kantinn. Árni. Óskar á boltanum hana, hægir svolítið aðeins á sókninni, kemur út á kantinn. Sjáum við hraðin hjá Róbert en vel unnið hana. Gunni fellur í grasið, ekkert dæmt. Hérna er smá, það er 4 á 3 staða. Nei, ég vinnur vel tilbaka. Númi er komin á breiki, hann er búinn að vera hættulegur í þessum leik á breikinu, við sjáum hvað hann gerir. Haukbúm vinnur boltan hana. Sparkar hann í Egil eitthvað aðeins. Í andlitið á? Nei, mér sýndist hann halda hendina. En við erum með innkast. Anton farið ofar innkastið, miklu ofar. Það er ekkert á honum Egil. Agli. Hvað er í gangi hérna? Hann ætlar eitthvað að kíkja á hann Egil. Ekkert að stressa sig um það. Það var óþarfa hjá dómaranum. Já. Skila boltanum vel. Egil vinnur hana vel. Carlos er brjálaður. Tók sér fræga öskur. Arnar Sigþórs á boltanum. Sendir hann á miðjun á Einar. Einar skiptir hann. Fær hann út að hann. Samtidig hann ekki ánægður með þetta. Tók góða hreyfingu á Gunna en þetta er bara heslumunin í sendinguna. Stúkan er fámenn og góð í dag. Fámennt en góðmennt. Fámennt en góðmennt heldur betur. Þeir eru að fá helviti gott hana uppi þetta. Sali hatar ekki að fá sólina í andlitið. Nei, treystum við. Hann má eiga það. Hann var helviti góður alltaf á sólabekkjunum. Á Spáni? Já, á Spáni í öllum undanlandsferðunum með liðinum. Hann elskaði sólbekkina þar. Þannig, boltinn er eitthvað upp í stúku. Gæslan sér þetta. Já. 5 mínútur í Danna, segir Hilmar. Hilmar vill fá hann Daniel Ingvarsson inn á 5 mínútur í hann. Hvað heldur hann hafa frá komið inn á? Bakvörðin, miðjuna? Ég held hann kemur í bakvörðin fyrir Anton. Já, það kemur mér ekki á óvart. Já, Danni er mjög góður bakvörður, hann má eiga það. Já, hann er mjög áræðinn og flottur leikmaður, sko. Það er eitthvað sem hann og allir bræðurna sem er mjög ákveðnir og áræðinir öllum tæknum. F.A. taka fljóta aukaspinnu þannig. Binni sendir, hrekkur hann út af í hornið. Ég veit ekki alveg hvað Óskar er ekki að bakka til að taka hónspilinu. En enn og aftur er þetta fast leikatri og ég er frekar hræddur. Hann hrekkur þann í hendina á honum. Vel dæmt. Notar hendina sína. Þetta gæti mögulega að hafa komið beint að æfingasæðinu. Svo sko hann að setja hann svona. Þetta er bara fyrirmynda dómgæsla.
Nei, ég var að tala á æfingu sem er hóndspinnu. Já. Arnar tók hlaupið hérna út í teginn og Óskar kom með hann bara niður á jörðinni. Ég veit ekki alveg hvort að hann var búinn að teikna þetta upp eða hvort þetta var bara indómæmi. Þetta er teiknað upp í kriganum. Já. Allir ber boltan upp. Fyrir í... Logi skilur þessu ekki alveg nógu vel. Steinar reyna að finna á hann Ólafur Steinar. Var hann ekki... Nei, Veit ekki með þetta. Mér fannst þetta... Gunnar er gjörsamlega Gunni er að brjálaður. missa. Hann er bara alveg að missa. Gunni líður ekkert kjaftaði, sko. Nei. Hvað fekk hann? Hann fekk 4-5 guldspjöld í fyrra bara fyrir kjaft, held ég. Já, og svo, Það var eitthvað... svo mætti hann alltaf á daginn eftir á æfingu og sagði alltaf, þetta var svo heimskulegt hjá mér. Já. Hann lifir ekki... Nei, ég veit ekki hvað ég ætla að segja þannig. En þetta er bara passjón fyrir leiknum. Já, þetta er betur. Góð aukaspinna þarna. Eins og ég var að segja, Óskar er frábær í þessum föstu leikatriðum. Þetta var alveg... Að Mikael Óin og Óskar liði sitt í gang. Þetta var alveg frábær aukaspinna hjá honum Óskar. Ég verði að gefa honum það, sko. Óskar Það er þessi föstu leikatriði sem er að stinga okkur í bakið hér. En þessi leikur er svo langt frá að vera búinn. Þið verða að átta ykkur á því. Það tekur bara 1 sekúndu að skora mark. Já, heldur betur. Við sjáum hvað ég gera þess að svo. Geta þér gett eitthvað. Ólafur sér hlaupið á Núma með föstudagsendingu en svo ég er búinn að segja, það er aðeins að fínpússa þessar kannski spennustig og hátt hjá haukamönnum okkar hérna. Flottu skallana hjá Ólafur, þeir eru á breykinu. Númi er búinn að vera stórhættuleg í þessu. Sjáðu hlaupið hjá Sævar. Tanna. Já. Kemur banta bara aðeins upp á þetta. Aðeins. Arnar er reiður en að hafa ekki fengið hann í lappir. Arnar vill fá hann í léppir. Fá hann í lappir, takk. Eins og hann Góli okkar vinur alla. Góli, kóngurinn, er núna. Hann er í núna fyrir F-fáingur og Haukari. Hann hefur verið allstaðar. Já, hann er mikið að vinna með frasan. Fá hann í léppir. Fyndu mig í lappir. Það er ekki lappir, það er léppir. Léppir? Veit ekki alveg hvað... Hefur ekki heyrt hann frá sáður? Nei, þeim eru ekki. Hallur með flugbrautan til að vinna með. Búinn að leysa strækirinn. Þurfa að vinna betur úr þessu. Innkast hérna Daniel Ingarsson. Nei, hann heitir bara Daniel Ingvar. Daniel Ingvar Ingarsson. Gæðjastjórn að skila enn og aftur. Heyrði flott hlaup hann að hjá binna. Daniel Ingar Ingarsson er tilbúinn til að koma inn á í næst þegar boltinn kemur út af. Við búum segið að sé hann Anton að koma út hérna. Carlos hérna inn á miðunni. Skilur hann tilbaka. Daniel Ingvar er hérna á hliðarlínu, hoppandi og skoppandi, tilbúinn að koma inn á, gera breytingar, gera það sem þarf. Svo Haukarnir ná í punktaðina í dag.
Haukar skilur hann alveg tilbaka sem gefur þeim bara tækifæri til að stíga hærra upp á völlin. FH sem að skila þeim hann skýtur. Þetta var vel sé hjá skiptingin er núna hver kemur út af Anton. Skýtur rétt yfir. Eins og ég sagði. Eins og við vorum búin að hugsa. Við erum búin að lesa þennan leik. Geiri með skiptinguna á hreinu. Heldur betur. Alveg eru AD1 hérna ferð. AD1 Ásgeir Þór Ingólfsson og AD2 er Sigurjón Már Markússon. Sigurjón Már Markússon. Gæðablóð þar að ferð. Þetta eru eðalmenn. Já. Geiri gefur þumalinn og byrjum þetta. Finnur Kallós í erfiðari stöðu. Skilur hann á binna á Níko. Sem rennur aðeins en sýnist ekkert. Grasið vel vökkakarinn í Já, dag. leysa þetta vel. Hérna Ísak Jónsson fór líka nokkra umferðir á tórónum að sópa völlin. Reynir að finna óleverana í hlaupinu en Einar er búinn að lesa þetta. Smá klaufa. Binna, Einar tekur hann niður og missir hann. Já. Hvað dæmir hann? Hann dæmir markspyrnu. Markspyrna segir Grjóni. Þetta var hár rétt. Þetta var vel gert hjá honum Binna bolta. Hallur, Binni! Við erum ekki að búa þetta til sjálfir! Hann Hilmar er að skamma miðluna fyrir að skapa mikið vandræði sjálfi þegar þeir eru með boltan. Vill kannski að verði aðeins meira direkt og brjóti línunar fljótar. Steinar skilar hann vel á Daniel. Nú með flott hreyfing. Reyndi aðeins svo mikið, hann var komið með þetta. Hann var flotta hreyfingana. Það er dýrt að missa boltan í þessari stöðu hann. Já, heldur betur. Númi. Já, brotana. Þarna er dæmt hann, hver var brotlegur þarna? Var það Logi? Var þetta Logi, já. Íta hátt hana. Flott, leysa pressuna vel. Nú er Steinar með svæðið á miðinni. Út á Daniel. Reynir krossinn. Flottur bolti síns mér og Sævar. Ekki alveg í loftinu hana. Þurfa aðeins meiri mennana inn í tegin eða ætlaði að vera að reyna þetta. Jésús. Ekki alveg nógu gott þannig hjá honum Árna okkar. Gefið næst. Frábærlega lesið þannig hjá Binna. Binni, þótt að þessi búinn að fá 4 mörk á sig, er Binni bara búinn að vera helviti fínn í þessum leik, finnst mér. Jóhann kemur fram á eina sem er bara galopinn hann á miðinni. Vel gert hann hjá Óskar. Arnar Sigþórs, hann með verið góð kassi hana. En Níko grípur þetta. Með harpix í hönskonum. Hann horfir á Núma. Ekki dópið hana. Danni, ofar! Hilmar vill fá liðið sitt ofar. Þeir vilja að liðið stígi. Þeir vilja vinna boltan aðeins ofalega á vellinu. Ég hef ekki séð haukamenn vinna boltan ofalega á vellinum í þessum leik. Ég held bara að hann var aldrei gæst. Þeir eru búin að vera að liggja svo lítið djúpt. Hlýtur að vera sett upp í leikplaninu en ef þið vilja eitthvað úr þessu þá þurfa þeir að stíga aðeins ofar á vellin. Steinar, Carlos, við þurfum að þétta! Hilmar talar hann að það þarf þetta miðsvæðið aðeins sem er alveg hárrétt hjá honum. Þetta var frábært hjá Arnari. Frábær svona læta boltan fara hann Arnar. Og hver held sem skora? Úlfur held ég hann heiti. 5-2 staðanina.
Brekkan er hann brattari en við gefum ekki upp vonina. Það er einhver pirringur hérna í þessu aukaliði. Það þarf ekki til að rífa upp aðeins stemminguna þarna. Þurfum að keyra okkur í gangi hérna svo við getum skilað smá úrslitum. Já. Það þarf bara 1 mark til og þá fer boltinn að rúlla sko. Góð bolti þarna. Það kom sem á pirringur. Eins og Hilmar, eins og ég er búinn að segja og Hilmar er sammála, við þurfum að stíga aðeins ofar á völlinn. Við þurfum að fara að vinna boltan framalega á vellinum og refsa þannig. Við erum líka alveg með hraðana í aftustu línu, þannig að það er ekkert eins og það væri eitthvað vesen að stíga framar. Já. Sammálaður þar. Flottu Gunni, frábært þannig. Árni heldur þessi í leik. Nei, ekki alveg að halda. Ekki. Þetta var líklega sentimetrar spursmál, þó það við sjáum það ekki alveg hérna, en við getum ekki dæmt þetta hérna. Nei. Já, Hallur kemur verið aðeins og seint annað. Þetta var tæklinguna. Þetta var rétt hjá honum, þetta var bullandi brot. Sýnist varmenn FH fara að hita. Hoppa allir í vestinn. Já. FH ætlaði greinilega að fara að gera einhverja breytingar. En eitt fasta leikadrið hérna, við sjáum hvort að þetta mun skila marki. Já. Maður veit ekki alveg búin að vera nógu sterkir í þessu, en við sjáum hvað gerist. Óskar og Dagur spjallaði hana saman. Hvað er ætla að gera? Já. Ég held að þetta sé bara, ég held að Óskar er allan daginn að fara að smetla honum inni, eða ekki? Dagur tekur þetta inn á Hauk. Það dæmir. Hauku brýtur hann á sér, bakgrindingin. Já, notar hendunar. Er einn að spila boltanum en aftur stutt. Ekkert hefur verið að ganga. Logi kemur hérna í óvelappið. Flottu Daniel. Daniel sparkar þessum út af. Já. Sýnist út á bílastæði bara. Er ekki eitthvað gerðingana? Jú. Sali er að labba hérna framhjá. Sýnist vera að fara heim. Jæja. Ég trúi þessu ekki. Ég maður búast við meira Sali mínum. Ekki missa trúna strax, sko. Sali okkar allra missir aldrei trúna. Herru, sjáu hraðan í Gunni. Vá. Gunni er... Gæinn var 2-3 metrum eftir og hann var samt næstu búinn að ná þessu á 20 metra sprett, sko. Ef Gunni væri ekki fótbolta, þá væri hann í spretthlaup. Ég get alveg sagt þér það. Bara 100%, sko. Góð staðreynd hérna ég, Carlos og Gunni og einhver aðri strákar. Já. Fórum á úlingalagsmóti í den. Já, hvað? Fyrir 10 árum eða? Nei, svo sem ekki, kannski. Hvað, mér minnir að það var 2018 eða 17. Já, og það fyrir svo stundið síðan. Já. Þar keppti Gunni í 100 metrum í spretti. Herru, Sævar. Já. Sævar, víti! Halló! Leikmenn eru pirraðir að Sævar skaut ekki bara í stað þess að reyna sóluna seinasta mann. Já. Sem er alveg eitthvað í. En... Já, en það sem ég var að segja, Gunni sem sagt lenti í úrslitum í þessum 100 metra sprett. Já. Bara á móti strákum sem æfa frjálsar og... Og hvað sætið lenti hann í lokin? Mér minnir hann var í 5. eða 4. Já, hann er náttúrulega, hann tók svo þroskan og þá var hann bara ekstra hraðið, sko. Mér sýnist hann bara, hann er búinn að vera hraðari með hverju ári. Hann verður hraðari bara með deginum. Það, þú veist, sem er ótrúlegt en sett, sko.
Flott sendingan hjá Daniel. Steinar reynir að finna í hlaupi en þetta er ekki alveg nógu gott. Þeir eru búin að vera að reyna að finna hann Gunnar í þessum löngu boltum en þetta er ekki alveg búin að skila sér. Nú með hana góð varnarvinna á Dag. Hanna vinnu, nei. Shit. Herðu. Haukur Búm finnur góða sendingan á Einar sem er með svæðið Einar sendur út á til að vinna með. makaninn. Missir hann út af. Slæmt höts hana. Hann kallar á hann Matta og hann Árni til að skipta hann inn á. Steinar tapar hann á mjög slæm stað. Níko ver hann út. Verður að halda í þetta en til að það Carlos flott varna vinna hana. Carlos með þetta. Matti þeir eru komin á breykið. Hérna. Hann þarf að keyra á þetta hratt. Þú þarf að keyra á þetta á Árni. Þetta var ekki nógu gott. Nei. Voru komin hérna á breykið og gast fundi Gunnar fljótt en ekki alveg nógu góð sending. Matti samt komin hérna frá því að hitta upp og þeir að gera sér tilbúin í að koma inn á. Hvað heldur að vera settur inn á? Nú veit ég ekki. Kannski Árna eða Óla Steinar. Já, ég bara þekki það ekki heldur sko. En Matti með allt upp á 10 veit ég hjá Keili. Hjá Keili? Já. Matti vinnur hérna. Já, hann er að taka. Matti sér grasið hann á Keili. Já. Allt upp á 10 á grasinu. Hérna líka. Allt betur. Sátt á þetta besta golfvöll landsins, Keili. Rétt. Matti sagði við mig í gær. Við ætlum að opna 16. Glæni í 16. Já. Matti tók sér frí í vikunni samt. Úff. Fyrir leikinn. Já. Ég respekta það. En hann var tekinn inn út af fyrir Ólaði Steinar og mér sýnist hann fara hérna framalega á miðjuna. Sjáu þér, hann Matti númer 10. Er hann smá Messi típi í honum eða? Í Matta? Já. Ég sjá hann niður. Já, sjáum þetta. Tapar boltan þannig en hann ætti að sýna mikið. Egill Makan á harða spretti ætlar að halda þessu inn og hann gerir það. Tekur einn skæri. Daniel hann með góða varnavinnu. Já, flott varnavinna. Allir finnur hann Núma. Tekur sprettinn eins og hann búinn að gera oft í þessum leik. Flott sending, viljum fá skiptingu yfir. Sendir á Steinar. Keirir á svæðið, Steinar. Akkurru Steinar. Þetta er aðeins búin að vera leiksins. Við getum alveg komið okkur í svona hættuleg sóknartækifæri en við erum að klúðra á þessari leikisendingu. Við erum að klúra þessum úrslita sendingum. Svo kallar það gegnum sendingu og komast í gegnum seinustu línu sko. Við erum ekki alveg að snýta hana nú vel. Hver er hérna að koma inn á? Er þetta Elmar að koma inn á? Þetta er Elmar Sölvi síns vegar. Já, F-fæðingum. Hvað fættur 2002? Já. Herru, flott sendingana við hatt. Ekkert á þetta svona. Áfram gakk. Áfram gakk bara. Herru, flott sestana hjá Arnar. Greinlega búin að vera að pumpa í COVID. Já. Einar þarna sendir út. Alvöru vassla. Hallur tæpur í að skora. Hallur hefur skorað nokkur sjálfsmörk. Hann má eiga það. Þetta var ekkert eðlilega tæpt sko. Það er skipting hjá F-fáingum út af kemur Egill Makan síns mér.
Og inn á kemur Úlfur. Nei, Úlfur, nei, Elmar. Elmar kemur inn á. Níu út, inn á kemur leikmaður 36. En Óskar stendur enn og aftur yfir boltanum í Hann er búinn horninu. að vera að dæla þessa boltum minn mjög vel. Ég sá hvað að gera núna. Óskar kemur hann enn og aftur. Flikkunum hana út af F-háingarnir. Frí skallan inn í teig. Þetta er bara... Það er eins og við séum hræddir að hoppa. Já, Upp í við þessa erum ekki bolta. alveg að ráða við þess að... Það er náttúrulega engin rosalega hávaksin í liðinu okkar sko. Nema hann Ólafur á Sævar. Steinar er alveg hávaxinn og Hallur getur alveg hoppað. Já, ég er reyndar að gleyma honum Árna okkar. Árni getur líka alveg hoppað. Já. Getum alveg hoppað upp í þessa skallabolta. Skítið að við séum ekki að höndla þessa bolta betur. Frábær hreyfing hann Vel gert hann hjá Carlosi. Við erum oft búin að skapa okkur svona. Nú erum við búin að plata 5 Gunni er núna með boltan. Kveiktu á rakettunum, drengur. Daniel liftir henni upp höndum. Hann vill fá boltan yfir á hægri á vænginn. Hann vill fá fæslunni yfir. Þetta er samt búin að vera hættulega. Það miður stígur henni upp í Fær hann svæði. yfir Gunni skallan á Engan. Ég veit ekki alveg hvað Gunnar sá þarna. Hann var Já. bara aleinn. Enginn í kringum hann. Ef eitthvað hefði Gunni bara getað skallað þetta þangað og hlupið svo á þetta. Alveg náðu þessu. Hann Hilmar segir við Hall, þetta er ekki flókna. Eins og sást þarna. Auðvitað er miðurinn að stíga upp í svæði. Þeir eru búin að leika, þeir eru búin að spila streikinn út. Það er búin að skapa alla hættuna í þessum leik. Ég skil ekki eitthvað ekki búin að nýta okkur þetta nóg. Já, Steinar lúður hann bara. Heyrðist henni að fara að vara með honum, lúður hann bara markið. Hann hlustaði á. Ekki alveg nógu flott, gott að kalla svona. Númi hana með boltan. Skærin út. Það er hornið fyrir Haukana. Gerum nú eitthvað úr þessu horni. Eins og við sjáum hérna endalínun er myndatökumæðurinn að nafninu Hulda Market. Hulda Market með bestu myndir á markaðunum. Já, við viljum bara gefa gott shoutout á hana. Hún má eiga það. Það er dugnaður í henni. Já, Með geðveika myndir. bara helviti flott bara. Steinar yfir boltanum. Geir hann eitthvað að beygja sig. Inn í fyrir boltinn. Enginn að ráðast á hann. Haukur fær Enginn bara að að skalla ráðast burt. á hann. Það er ekkert á þetta áfram með leikinn. Arnar rífur þannig í Carlos. svona Carlos hættir ekki að ekki hlaupa. sáttur með þetta. Árni panikaði hann að smá undir Nú pressunni. pressa F-háingarnir. Þessum vel og þessu Arnar Sigþór skilin eftir. Jú, Sævar fær. Sævar touchar hann hana. Úlfur skiptir hún yfir á hann Óskar. Ekkert að skipting hjá F-háingum. Inn á kemur Arnór Gauti. Dagur fer út. Dagur er búinn að eiga mjög góðan leik, hann má eiga það. Já, bara solid leikur hjá honum. Gefur hann á olbóðan, líka sam. Arnór settur henni hægri bakgrunn og þarf að hlaupa allan völlin bara eins langa sprett og getur tekið til að taka Innkast. eitt gott innkast. Við erum ekki vanað með þetta innkasti. Nei. Mikilvægt í fótboltaleik okkar. Steinar heilsar honum bustuð. Logi vinnur hann enn og aftur. Hann er búinn að vera frábær í þessum leik.
Inn í fyrir boltinn. Nico. Beint í Harpiks hanskana. Danni sendur upp óþægilega pressa þar skilum hann aftur á Nico sem bara bombar hann fram en það ekkert annað. Enginn að ráðast á þetta. Það svo þungt tötts hana. Logi kemur með frábæran bolta. Óskar hann ekki alveg nógu gott tötts hana. Binni hefði líklega getað skilt honum út af hana en nákvæmlega setja honum til hon. En eitt fasta leikaðri núna sýnist mér vera hann Arnar Sigþórsson að taka Daniel Arnór vinnur hann af góðu kross sem á Úlf sem bara alveg einnanna á fjársvæðinu nýtir hann missir hérna boltana eins og skallar hann heilugu skallar hérna. Daniel áræðin þannig eins og ég er búinn að segja. Inn í fyrir boltinn. Enginn inn í samt. Standana tveir bak við tegin, ekki reddi í krossin. Nú erum við með horn. Við ætlum að skora úr þessu horni. Til að halda í ykkur á von. Það kom lítill fuglinn að mér og hvíslaði þetta er mark. Já. Stór orð. Sjáum hvað gerist. Sævar er að fara að skora, sagði fuglinn. Fínt kross. Æja. Binni var hann að lausa fjær. Vilhelm hefur blakað honum hann í burtu. Boltinn skoppar beint hjá Vilkó-skiltinu fræga. Vilkó-skilti fræga. Heldur betur. Hvað heldur þetta skilti búin að vera hann að lengja ásöndum? Let's sit er í skiltið eða? Já. Þetta er nú uppáhaldsskiltið hans Fannars Ólafur Friðleifssonar í meistaraflokk. Já, hann uppáhaldsskiltið hans. Friðberg Bjarka er 100% kristallskiltið. Já. Hann er búinn að setja upp í knattspyrnuskólann The Crystal Challenge sem er mjög frægt fyrirbæri í knattspyrnuskólanum. Ef ykkur foreldrar að horfa á mig endilega hafa augun opið fyrir að skrá krakkar í knattspyrnuskólanum næsta ári. Gott starf þar. Margir góði þjálfarar þar að ferð og bara flottar æfingar og góð félagskapu fyrir krakkana og þeir hafa alltaf gaman að þessu. Halli Finnur flott, Daniel Inga kominn bara sem bakverður inn á miðsvæði, þetta var flott hjá honum en skil ekki að hann hleypur ekki í svæði fram á við. Hann Árni kallar á hann Baldur. Galdur er að koma inn á. Kemur örugglega inn á fyrir Árna held í bakverðin. Já, ég myndi halda það. Hann kallaði líka á Viktor og Helga. Já. Veit sem ekki hvort allir að koma inn á en ég bara þekki það ekki. Herra Sólon eins og Viktor vill láta kalla sig. Nú. Herra Sólon? Herra Sólon. Hvaðan kemur þannig? Mömmu og pappa. Já, ok, já. Innkast hérna. Það eru 9 mínútur eftir. Þetta er ekki góð stað sem við erum í. Nei. Við höfum alveg séð í fótboltaleikjum að það er alveg hægt að skora 3 mörk á 9 mínútur. Aldrei segja aldrei. Vond tækling hann. Hann fes samt alveg fyrst í boltan. Hallur fær gult Leikmenn Hallur er ósáttur við þetta. Hann á kannski eitthvað til í fá fyrst í boltan. Ég er náttúrulega með
KSÍ dómarinn að vista mig við mig, hann er kannski byrja að dæma þetta, sko. Ég er nú ekki að dæma hennar leik, við leifum honum Þorfinni bara að dæma leikinn held ég. Já. Flott þarna. Fáum innkastið. Reyna að finna númer, Logi er bara alveg með þetta. Logi Vinnur í brotanna, fær smá Þetta er alltaf brot. högg á andliti. En Logi lætur það ekkert skaða sig. Vinnur enn einn boltan á miðunni. Hauk Búm finnur henn að Loga á miðunni. Skiptir hún yfir. Feika krossin. Óskar kemur með hann inn í. Carlos missir að skallanum en Daniel næra að hreinsa hann í burtu. Sævar. Finnur Arnór. Haukar eru að fara að skipta. Baldur Galdur, hinn eini sanni kemur inn á. Númer 99. Númi kemur út, Baldur á kantinn. Númer búinn að eiga Númi er búinn að eiga mjög flottan leik. Sérstaklega, fyrri hálfleikurinn var mjög flottur hjá hann. Hann líka búinn að vera solid í seinni. Já, einstaklingsgæðin hans skildu til þess að hafa jafntefli í fyrri hálfleiknum. Við minnum líka á leik annarflokks kvenna, beint eftir þennan. Líka live á Hauka TV. Það er Haukar á móti KR Gróttu. Já. Stórleikur. Stórleikur, eru menn að segja það? Já, ég heyrði það eitthvað í vinnunni í dag. Já. Boltinn fer út kveiktun og rakettur Gunnar Már Þórðarsson. Sýnd okkur smá flugveldasjó. Ekki missa hann. Æ, Finnur samt einn hondi. Við fáum eitthvað úr þessu. Hvað gera Haukarnir úr þessu horni? Föst leikarnir eru búin að spila stóna þátt í leiknum Fer dag. svolítið hana út. Hallur sendur hann aftur út á Matta. Matti inn í með þetta. Úff. Nei. Náttúrulega stað. Getum við sammála um það? Annað innkast. Hann Árni. F-fáingar ætla að gera skiptingu næst þegar boltinn fyrir út af. Heyrði hann Davíð hérna kalla á hann Ásgeir. Hver er að koma inn á, veistu það? Hver er það? Bara þekki hennar gæði ekki, sko. To be honest, sko. Hann er með 28 á bakinu. F-fáingarnir eru að spila vel. Engin furðaðir eru líka á toppnum í deildinni. F-fáingar voru ekki góðir í fyrra, ég var að segja það. Rétt svo nú að berga sér úr falli. En þeir eru með mjög sterkan 2002, 2003, 2004 árgang. Það er tvöföld skipting á F-fá. Sem leiðir til þess að þeir eru helvíti sterkir í ár. Sævar kemur inn á segi ég. Hérna númer 32. Út af sín sem er Jóhann Ægir. Það ekki? Jóhann Ægir þannig númer 14. Jú, Jóhann Ægir og Úlfur eru að fara út af. Og
Inn á kemur leikmaður númer 28 og 32. Já, Sævar hérna númer 32. Já. Við vitum ekki nafni á þessum gæði sem er númer 28. En Flott tala, 28. ja, Máni er númer 28. Þú ert líka númer 28, ekki? Ég var það allan minn yngri flokka feril. Núna ertu 82, það ekki? Nei, nú er ég þristur. Alvöru centerback núna. Alvöru centerback. Snertan hann? Já. Geiri hleypur. Nei, það var að fara í boltan. Ja. Innan fyrir hann skilur hann og Daniel aftur. Það er ekki að fara að kveikja þessi flóðljós. Ég segi það nú. Það er alltaf sexy að spila undir ljósunum. Það er yfir upp stemminguna. Já, heldur betur. Maður er bara... Það er eins og maður sé bara á Bernabá. Já, ángríns. Þetta er bara... Það er bara öðru sér tilfinning að spila undir Alltaf ljósunum. sín á matti minn. Hornið. Hornið, já. Já, ég fíla alltaf. Haukamenn er að reyna eitthvað þótt að þessi leikur er... Já, ég get alveg sagt að hann er eiginlega bara búinn, sko. Við sjáum... Þetta er aldrei búið nema dómarinn flautar þetta af, sko. Já, en við sjáum hvort að Hafnarfjarðar það fjallar núna stoltið þessi leikur að aðeins að ná að kroppa tilbaka, sko. Sýna að það er alveg einhver maður í þér. Gunni þannig flottur, Fær hann aftur. Gunni reynir eitthvað hreyfingar hérna. Rennur yfir boltan ennþá meðansamt. Já, ótrúlega þess að. Sendur hann út á Binna. Binni, já. Létt 1-2 þannig. Árni hendur í krossin. Herðu, góðu kross. Baldur! Baldur bara hittir hann ekki. Hann hreinlega hittir hann ekki. Ég skil þetta ekki. Hvað er ég gerast hérna? Vonandi Carlos, Baldur með. brotið á honum. Hann vinnur inn hellingabrotum. Boltinn fer þann í leik. Já. Það skila sér. Flott hreyfingan hjá Árna. Carlos er einn hérna á boltanum. Nú þurfum við að fara að gera eitthvað. Já. Arna vinnur hana vel tilbaka. Arna fer í jörðina, heldur andliti sínist mér. Já, sínist höggið andliti. Daniel er smábyrjaðir. En já. Hann vil fá aðstóðan Arnar og hann Davíð hleypur hann út af með einn góðan vassbrúsa. Með töfra segið í Ástrík og Steinrík fyrir hann. Ótrúlega satt er enginn haukar búinn að liggja hann niðri og enginn búinn að hlaupa hann með vassbrúsa. Eins og var mikið til í fyrra, sko. Kristóf Dan Þórðarsson. Kristóf Dan Þórðarsson var fremstur í flokki þar. Já, bara allavega tvisari leik. Það sem Fannar Orri Friðriksson fyrir aðstoðarþjálfari annar flokks kom inn að hlaupa inn á með einn góðan vassbrúsa og einn góðan vassbrúsa og bara þykja að skýra eitthvað. Bara, hann stóð alltaf upp, Kristóf. Hann hætti aldrei maðurinn. Nei, hann má eiga það. Það þýr ekkert annað. Sam öskrar á menn sinna að halda einbeitingunni. Því hann er sammála kótunni á Frill að leikunni aldrei búinn fyrir en dómarinn flautar af. Það eru komna 90 á klukkuna. Árni vinnu, góð tækling. Vel unnið þannig á Carlosi. Einar átti hreinlega ekki séns. Daniel einir krossin inni en ekki alveg að ganga þarna. Baldur vinnur vel þarna. Binni skallar hann tilbaka og Nico. Hverju tekur hann ekki með höndunum, Nico minn? Logi skilur hann vel tilbaka. Góð þarna. Já, Gunni, kveiktu nú á þér! Hann hægir bara á sér, ótrúlegt. Inni með þetta svo. Inni með þetta, Baldur. Akkur er hann ekki mættur hana? Skandall. Nei! Hörðu,
Hvaða? Hvernig? Ég trúi þess ekki. Leikmenn Hauka eru mjög pirraður út í þetta því að það ekstra svekkjandi að tapa þessu leikjum. Þetta setur salt í sárið. Já, heldur betur. Þetta alveg mjög svekkjandi. Ég vil senda ykkur hann í Óskari sem vinna hátt upp á vellinum loksins. Vinna Hauka hann hátt upp á vellinum. Carlos skiptir hún mér og Gunna sem flottu þrýningu þannig. Hornspinnan á 90. Hornspinnan gefin. Og 3 eftir nokkra sek. Hvað? Já, 93, ég vissi að hann bætti bara 4 mínútum við eða eitthvað. Það var ekkert mikið. Ég býst við því. Það var mikið að töfum í þessum seinjáleik. Nei, það var bara hann Arnar að væla hérna eitthvað í grassinu. Svo eitthvað nokkra skiptingar. Flottu krossana. En FH-menn enn og aftur fyrstur á boltan. Heldur þannig í Arnar, ekkert dæmt. Upp fyrir Arnar og séu bara áfram gakk. Haukur. Hallur Herru, hvað er Hallur að gera? Hvað gerir Sævar? Keyrir hérna í gegnum, ætlar að fara einn. Frábært tækling á Daniel hanna. Vel unnið. Geðveik tækling á Daniel. Hann heldur áfram að berjast ótt að klukkan er bara á 94. Daniel keyrir upp. Sævar með hann út í horninu. Einn á einstað með... Setur hann inn í, engin mættur á fjær. Úff. Og þetta er búið. FH-ingar með sigurinn í dag. Við viljum þakka öllum sem komið inn að horfa á leikinn. Það er flott hjá okkur. Við segjum bara takk fyrir okkur og áfram Haukar. Áfram Haukar. Gekk ekki nógu vel í daginn. Nei. Það er ekki alltaf jólin.